Nú ger ég sýnidæmi 2, 6.2 og það snýst að finna út hversu margir metrar, hálfur kílómetri eða 0,5 kílómetrar eru og hversu margir 0,5 metrar eru í kílómetrum eða hversu mikið 0,5 metrar eru í kílómetrum. Og það sem ég ætla bara að gera að ég ætla að fara hérna í mælieiningasystemið og til þess að leysa þetta dæmi ætla ég bara að kópera þetta Ctrl+C og Ctrl+V og ég ætla að gera það aftur hérna fyrir B-liðinn. Svo bara stækkum við þetta aðeins og fyrir okkur. Og í A-lið þá spurt, ef þú ert með 0,5 km, hvað er það margir metrar? Og við erum með 0,5 km, svo bætum við núllum, þangað til að við erum komnir að metrum og hugsum sem svo að komman, hún var raunverulega hér. En við ætlum að færa hana hingað. Þannig að hún raun og veru fer hérna hvað ég að segja, 1, 2, 3 sæti. Og þetta er raun og veru svipað og að segja 0,5, 0, ég er að teikna hérna bara með trackpadnum, sinnum 1000. Wow! Nú vantar mig mús. 1000. Þetta er alveg rosalegt. Þannig að þetta er nú þannig að því að við erum að hoppa úr kílómetra 1, 2, 3. Það verður raun og veru 10 sinnum 10 sinnum 10 sem eru 1000. Þannig að svarið við þessu er 500 metrar. Í B-lið þá erum við að svara spurningunum hvað eru 0,5 metrar sem þýðir þá að það eru 0,5 metrar og þá bæti ég núllum í eins og þarf þangað til ég komin upp í kílómetrana. Og þá var í raun og veru núllið 0,5 hér en ég er í raun og veru að hugsa eins og ég sé að fara með kommuna hingað. Þannig ég er í raun og veru á leiðinni með kommuna upp 1, 2, 3 sæti og það eru 10 á milli hvers sætis, þannig að ég er að deila með 10 sinnum 10 sinnum 10, að deili með 1000. Þannig að þetta er í raun og veru svarið við þessu er 0, sama sem 0,5 deilt með 1000 og fæ út að þetta eru 0,0005 kílómetrar. Þetta var nú ekki flóknara.